Það þýðir aðeins eitt. Tveir harðir eru mættir hér í stúdíóið hjá FM 957 og já, ég veit Auðun Blöndal og í þvílíkum gír. Beint á móti mér situr Egill Einarsson og Egill, hvernig ert þú? Ég er svo nýr. Eða Gilsinegger eins og kallaði þig. Ruglaður. Hvernig er Gilsineggerinn? Það maður bara feskur. Það með verri nöfnum sem ég heirt. Þú ert alveg hættur að nota það ekki, Gilsinegger. Það var svona að nota síðast í kringum 2006. Já, út af að vinna núna bara með Gils. 2005. 2005, já. Þannig það ég stytti það sko. Já, en þú varst ánægð með það nafn á sinni tíma, ekki? Já, kringum 2001 eða eitthvað, 2000. Þá fannst mér það the shit. Ég byrjaði með það. En ekki núna. Nei, síðan bara, þú veist, þegar deyrið það, skilur. Þú varst einu sinni Öddi, það er dautt, nú ertu the Blondale. Það er enginn sem kallaði Öddi í dag. Ég þekki engan segir, hörru, hvað er Öddi? Það segir allir, hvað er blöð? Þú ert sennilega svo eini sem kallaði mig alltaf eitthvað blöð, blöð machine, blöð poop eða Blondale eða eitthvað. Allir vinir mínir segja bara, hvað er Öddi, sko? Nei, það er enginn að kalla allir lengur. Nú, segja allir bara núna, hvað er blöð? Já. Ef ég er ekki eftir þar, ég veit ekki ef ég er ekki þar. Núna er svolítið þitt, skilur, þitt shit er blöð. Það er skemmtilega blöð, þú getur sett eiginlega allt fyrir aftan. Blöð poop, blöð machine, blöð kúkur, blöð, þú veist, halda þú getur leikið með þetta? Þetta okkur fleiri? Nei, ég er feskur sko. Þetta er bara fínt. Já, en við viljum nú ekki að ræða nöfnin okkar í allan dag. Ég held samt sko að það styttist í að verði Auðun. Af því að við erum ekkert að verða neitt yngri. Ég segi stundum Auðun því ég er reiður og skamma þig. Auðun! Já, mamma kallaði mig Auðun þegar hún er reið sko. En hún reyndar ekki verið reið út í mig lengi, það er annar mál. En við erum með Fanta þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, tveir harðir verða hér til 6 í dag eins og alla föstudag. Og við erum með Arna Gullnaugshotnið okkar á sínum stað. Það er bara hannig. Vílíkur maður þar á ferð, stuðlagi hans Gils, síðasta stuðlagi fyrir húkaraballið. Þannig að það er eins gott að það sé gott. Vá, pældi því. Já, að pressa þér. Já, það er bara hannig. Svo erum við með, sturla staðreyndir. Við komumst að með hverjum Egill vill byrja í FM 95 blöð. Já. Og svo náði Egill fyrir í dag að plata mig í þessar Starbucks viðnæslu einu sinni enn. Við heyrum það hér á eftir. Vílíka ruglið. Og fasti liðir eins og venjulega. Þið þekkið þetta nú, vonandi, kæru hlustendur. En hvernig ertu Egill? Ég er svo nýr. Það er sunshine. Þú voru aldrei verið betur. Nei, er ekki búið að vera nett þoka bara? Nei, nú er sunshine, akkurat núna. Já, ok, en sól úti núna. Já, fólk er bara að tana og hlusta okkur félagana. Já, búið að vera æðisleg vika. Búið að vera bara sól alla daga og... Við létum líka Jesú heyra það, síðasta föstudag. Þú lést hann heyra það, ekki vera að draga mig í það. Nei, ég let hann heyra það. Það er bara við þig, Jesú, nú gerðir þig. Já. Sumir er búin að vera ömulegt. Og hvað gerði hann? Hann girti sig. Hann girti sig. Já. Og þessi vika er búin að vera frábær. Og það er spáð sunshine alla þjóðhátíð. Sérstaklega á 50-deginum. Það er þetta verið veistlega ef það er sunshine alla þjóðhátíð. Hætt að segja sérstaklega á 50-deginum af því að þú ert með ball þá Egill. Það er bara, veist, sko, 50-dagurinn er minnsti dagurinn á þjóðhátíð. Það var minnsti dagurinn. Föstudagurinn og sunnudagurinn er besti dagurinn. Það er alveg málið, skemmtilega við 2013 á þjóðhátíð. Eftir 50 ár verður fólk bara, hörru, munið til með 2013. Og 50 dagur er besti dagur. Það er enginn að fara að segja það. Meira ruglið. Það er enginn að fara að segja það. Það er bara þannig. En við skulum byrja þáttinn á lagi sem er uppáldi hjá tveim hörðum. Svolítið skrítið að þetta lag skulle vera uppáldi hjá okkur tveim hörðum því að ekki er það hart en það er gott. Flott lag. Kannan með Egill. Þú baðst með daginn. Þetta er mjög gott lag. Já, þetta er nefnilega mjög gott lag. Það er ekki að skammast okkur fyrir það. Alveg máli, ég keyri sko teknóðu vel upp. Síðan hendi ég mjög oft í svona mjúklög. Já. Eins og Celine Dion og þetta og þú veist. Það er ekkert þessu lag. Eitthvað meira fallegt. En það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 blöð og ég er með ágæti slúðurpakka handa þér, Egill. Ok, glæsilegt. Ég ætla að byrja slúðrið á, Sylvester Stallone en hann ætlar að henda núna í Rocky 7. Nú veit ég ekki vera leðilegur en give it a rest, maður. Þetta er ekki komið gott af þessu Rocky-myndum. Ok, hörðu, byrja þess. Hann er með það cash cow sem er Rocky, konceptið hans. Sko býtu... Og hann hugsaði bara, ok, ef ég gerir Rocky-mynd og fæ ég allar cash. Ok, ég skal bara hætta því, ekki lægi með þið. Hann var Rocky 6 í dag, þá var hann sjálfur að keppa með þess að það var sorglegt. Nei, það var koncept, hann var hættur og okkur gæi var að skora á hann. Það var óþægilegt að fara mótunum. Það var óþægilegt að horfa á það. Ég get eiginlega lofaði því samt. Hann er bara að þjálfa núna sem sagt son Apollo Creed. Hann er ekki að fara núna Blondale sjálfur inn í hringinn, skilur. Nei, nú var hann orðinn að coach. Já, þetta er barna Apollo Creed. Og hann er að fara að þjálfa hann eitthvað upp. Ég get ekki beðið. Nei, mitt. Málið er að... Ég vil viðurkenna, þetta er samt skárra heldur en hann sé sjálfur að keppa svo í síðustu mynd. Þetta var orðið vandræðalegt. Sko, Stallone er fæddur 7. júlí 1946. 7. júlí, hann er krabb eins og ég. Hann
Hann 46 árgerð, hann ekki að fara inn í hringinn. Hann gerði það í síðustu mynd, það ekki eins og 15 ár síðan hún kom út. Hann orðin að coach nú. Já, en hvað 2 ár síðan hinn kom út? Stallone náði 2,5% fitu í Rambo 3 Auðunblöndal. Það hefur enginn náð svona skurði í heiminum. Ég ætla ekki að taka neitt af Stallone. Sko, hann var fullt af frábærum bíómyndum og ég var a huge fan. En hann svona hefði mátt slaka aðeins á Botoxinu og hætta að leika hnefalega kappa sem 60, sko. Hann ekki Botoxaður, sko? Nei, ok, kæla, ekki lægi með hann, ekki Botoxaður. Ekki að grína fötlunum. Þetta ekki fötlun, hann getur ekki sýnt svipriði. Þú ert að grína hvernig hann talar, hann fatlar öðrum inn í munnunum. Hann getur ekki sýnt svipriði. Víst, getur hann. Hann getur verið happy, hann getur verið glaður, hann getur verið reiður. Manstu ekki hérna... Ég nenni ekki að ræða við Stallone. Manstu ekki Rocky 4? Hann var brjálar þá. Nú, ok. Já, það var líka, þá var hann ennþá ungur. Það Dolph Lundgren var bara leðilega við hann. Það var áður hann fór að sprauta svo mikið. Herðu, hér var hérna næsta slúður og ég veit að þú er ánægð með það líka, Egill. Okay. En það er náttúrulega, hún var frumsýnd á miðvikudaginn nýjasta Wolverine myndin með Hugh Jackman. Og það verið að frumsýna hann í Bandaríkjunum frumsýna myndin í Bandaríkjunum í dag. Ég elska Wolverine. Já, hann er töffari, en veistu hvað? Hann viðurkenndi núna í viðtali að hann náði til að klæða sig upp sem Wolverine fyrir konuna sína áður að stunda kynlíf. Já, sjálfsögðu. Það sjálfsögðu. Það er þetta rosalegt með. Ég meina, ef þú myndir vera Wolverine, þú kemur heim og veist, þú var gamla í ykkur cozy feeling. Ég var gamla, hvað þá, hægri eða? Nei, þú veist, ef þú væri með Hot Lady, hún myndi segja, nefnir að henda þér í Wolverine gallan og taka smá flip. Auðvitað myndir þú gera það. Já, ég myndi ekki hika, hann er líka illa svalur í því. Það er líka miklu flottara, sko, spáði líka eins og kona hans, hún vill náttúrulega sofa hjá Wolverine, hann er í þvílíku standi. En það er ekkert, þú veist, ég hef aldrei leikið Wolverine, ég myndi að vera bara, þú veist, ég veit ekki, gaurinn úr ríkinu. Þú veit sann, nei, út í ágætistandi. Já, en ég er ekki með, þú veist, einhvern frægan karakter. Hefur þú hendur í eitthvað, ertu eitthvað að leika þér í búningum? Já, ég fekk sko, að málið er að þegar ég var að leika í lífsleikni, þá það er búningakonan, og ég var hérna í svona hvítum sjóliðabúning, sem fólk alltaf eftir að sjá þegar sér þess að þætti einhvern tíman, og ég hafna á búning og svona, og ég fekk að eiga til dæmis svona hvíta sjóliðabúningin, og hann er bara í skáp, ég get vippað mér hann hvernig sem er sko. Já, ok. Það er veistla fyrir Blondale, ég gera það eitthvað fyrir þig, kallið mín. Nei, ég er ferskur, ég er nú svona að tala fyrir konuna þarna. Herru, svo er það síðasta slúðrið hér í dag og það er af Ryan Gosling og Zac Efron. Ryan Gosling er einmitt stattur hér á Íslandi núna og var víst að sækja Evu Mendes út á flugvöll í morgun. So hot right now. Hæ? So hot right now. Er hann? Já, hann er mjög heitur og konan hans, við tókum viðtala við Evu Mendes í Strákanum. Þvílík fegur, þannig að þau eiga vel saman. Heldur mun eftir The Blondale og hittar hann náttúrulega og svona, hey, hi. You were in Stroganer. Ef ég myndi rifja upp viðtalið, þá já, hún hefði mjög gaman aðeim. Hvað gerði það? Tók hann ekki köttina Pétur? Jó, hún talaði eins og önd og eitthvað, mjög skemmtilegt. Hún var ríkilega sæt og skemmtilegt. Hún hittir hann að vera að rifja það upp. Já, en já. Pældi ég myndi stela Evu Mendes af Gosling. Það væri eitthvað rosalasta KO of all time. Já, það væri bara svona, það eru jafnmiklega líkur á því og ég myndi geta flogið held ég. Ég sé ekkert að fara að mæta hérna einhver sköllóttur útvarpsmaður og stela henni af Ryan Gosling, sko. Ekki það bara nema með byssu. Ég þurfti að vera með ykkur ólögleg vopn, held ég. Bara, she's coming with me. Já, nærðu því, Gosling. Já, en alltaf þá, svo ég klára þetta, þá eru Ryan Gosling og Zac Efron orðaði við nýjustu Star Wars myndina. Og eru þeir vist báðir nokkuð áhugasamir og þetta gefur svona Star Wars aðdáendum góða vonum að þetta verði ekki eitthvað svona Disney-prump. Heldur að leggja smá metna í þetta, en það er Zac Efron svona einhver Disney-púði. Ég hef aldrei verið eitthvað gríðarlega Star Wars-kall. Nei, ekki heldur. En þetta var slúður dagsins, hér eftir örskamma stund eru Sturla staðreyndir, Arnar Gunnlaugshotnið og fleira. Yes. En hérna eru nokkrir töffarar, kalla sig XXX Rottweiler hundar. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, Nókóla, mátt bóka, allt er kóka. Konuninn djók svo við köstum dói, rámi kók, drekk mig í gól fyrir 12. Set kokk, ég á spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátt ég. Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nóru tím, nóa vatn og B-vítamín. Stunna shakes, rauðu Gatorade, Maradona ég steik fyrir og eftirleik. Dukku skítur en drastli reynd, hösl og feys, bís og heim. Smell og dreif og dætt í sleik, bóta pappa, stráka grei. Og laumi gei, seg ekki breyk, ó nei homie, ég er svo self-made. Oh nei homie, ég er svo self-made. Oh nei homie, ég er svo self-made.
Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar á kamagrá, kettlingar á súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar á kamagrá, kettlingar á súlum. Hollið mitt á dolli, all in á molli. Fýrar í tonni, en ég dett bara í rommið. Stífbónu fjósinn, fyrir stefnumótið. Við óhreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn, því þjóðinn við tónin. Og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það, þeir eig ekki jack, þetta rockbar. En þeir eig ekki jack. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar á kamagrá, kettlingar á súlum. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Gus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Farðu á fjallahjóli þvert yfir landið. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Thule léttöl kynnir. Útihátíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon Verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Blas Rocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Guðmundsson ásamt mörgum öðrum. Mýrarboltinn Verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffsson og fleiri. Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla Verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaðu 6 gulltöppum. Draumaverðlaunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtölu frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðrir vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home, Austurstræti 12. Epli, Laugavegi og Smáralind. Það alltaf hægt að nota 20 milljónir. Þrefaldur lottopottur á laugardag. Leyfðu þér smá lottó. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Eldhúsið opið til 12 í kvöld. Vegamót. Orðin leið á sömu gömlu tuggunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið. Þú fær allt sem þið vantar í útileguna í Rúmfattalagarinn. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. 25% afsláttur af Sæmax fæðubótavörum í júli. Rými fyrir 9 útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. 2 fyrir 1 af Carlsberg á krana alla daga á milli 16 og 20. Home, Austurstræti 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa,
litríkt á bragðið. Þið að hlusta hér á Tvæhad í FM 95 Blö, föstu dagur, 27. júli. Já, Tvæhad. Ég með hugmynd. Sagt í Þýskalandi. Akkur skiptu ekki nafninu bara tveirharðir, búin að það lengi. Akkur ekki bara, við erum bara núna Tvæhad. Tvæhad. Já, nú bara það trailer rúlega FM og ekki gleyma að hlusta á Tvæhad. Ég held að það er fljótt treytt. Já, en við gætum samt þurft að fara að hugsa nýtt nafn. Já. Ég er alveg sammála því. Meldum þetta. Já, þú varst nú eitthvað að leikaði með 2 glerharðir. Já, bara 2 gler. Já, eða bara 2 gler. Já. Já, ok. 2 glerharðir er svo langt, bara 2 gler. En það getur verið hvað sem er samt að kemur að 2 gler. Gler þunnir. Já, já. Gler heimskir. Gler heimskir. En ég er með hugmynduðun. Manstu þau voru með svona að reyna við fyrir eitthvað deiti í Starbucks viðreynslunni. Já, Starbucks viðreynslan. Sem þú niðurlegði í hvað eftir annað. Já, þú varst ekki mikið skárið, það var glatað. Ok, herri, en það var að fan sem sendi mig tölvupóst í vikunni og hann sagði, strákar, þið hefur aldrei reynt að prófa að vera feimnir. Nei, ég hef ekki komið gott af Starbucks viðreynslunni. Málið er, winners never quit and quitters never win. Já, en þetta er alltaf eins. We're never gonna quit. Þetta er, ok, sko, nú ætla ég bara að segja þér sem dagskrárgerðar maður. Ok. Það, stundum, þetta er ekki spurningum að því að ég er a quitter. Þetta er bara spurningum að því að ég er svona að halda þáttinn og vill ekki að sumir dagskrárlega verið þreyttir. Það er svona hætti ég stundum með þá. Og það var svona með Starbucks, það var ekki að því að ég er a quitter. Nei, það finnst þetta að vera þreytt. En mér finnst þetta að vera ekki þreytt, þá fyrir henni við text, skilur. Þegar það text, þá skal ég segja við þig, ok, þetta er búið. Gerum eitthvað annað. En hvernig ætlaru... Ég sofnaði ekki á nóttinni, við erum með failure. Ég hugsa bara, þú ert failure, Egil. Já, en áhver heldur að það muni hjálpa ykkur eitthvað feimin? Hvernig á maður að vera feimin að reyna við konu á Starbucks í Bandaríkjunum? Ég veit ekki, við höfum prófað bara kokki. Já. Við höfum prófað að hendi niðurlæðingu hrós, hrós niðurlæðingu hrós. Já. Við erum búin að prófa allt. Við höfum prófað, þú prófað að vera... Já, við höfum prófað að basically allt. Ég er búin að prófa að vera bad boy. Já. Ég var með tattoo og allt á hreinu. Þóttist hrækja og eitthvað. Það var ekki að virka. En að vera bara feimin. Bara ímyndaðar, þú ert bara Auður frá Sauðárkróki. Þú varst bara í New York og sástu ekki að stelpa þessu leistu vel á. Þú ert bara í álfurinn að hringi í hérna. Og þú ert feimin. Þú ert sniður. Ok, maður sagði þetta. Maður er að finna þetta númerinn. En ég er samt sko... Þetta verður veisla. Nei, þetta verður... Þú ert svo veisla. Að segja hvað gerist. Þú mun taka shit. Alveg upp á bak og síðan kem ég og rífið í gang. Akkurat, einmitt. Þannig finnst þér þetta alltaf að vera. Hérna er komið eitthvað númer. Maður má ekki samt segja að maður sé feiminn. Nei, þú ert bara feiminn. Það er svo astnalegt, þetta verður svo astnalegt síntal. Ekki segja, I'm shy. Nei, þetta verður svo astnalegt síntal. Nei. Alls ekki. Ég ætla ekki að reyna við gaur. Jú, ég vona að fá gaur. Starbucks John. Þú vona að komi. Það er nú svo þreytt að fá, ég fæ alltaf eitthvað. Eitthvað svona grjótarður John, Vin Diesel rödd. John, Starbucks John. Nú tala ég ekki við hann. Ég voru fætt til að fá einhverna. This is Starbucks Melissa. Melissa speaking. Já, það er ekki að brjála að gera. Og þú færði challenge og þú voru stressuð í símanum og svona. Bara get ég aðstofa. Hvað viltu? Þá þú ekki svona feiminn og umöluðum skella á þig. 100%. Starbucks Spring Coffee, this is Gerda. Yeah, who's this? This is Gerda, who's this? Gerda, hi. My name is Egil. Hello? Hi, this is Egil. I was in your coffee shop yesterday. Okay. Yes. How are you doing? I'm good. Did we meet yesterday? I'm so sorry. Yes, we met. I was wearing a red sweater. I don't remember. I'm so sorry. No problem. You were very nice to me. Oh, good. What can I help you with, sir? Well, you could help me with, are you busy this, weekend? Farið. Þetta er ekki þú getur alveg sleppt í þetta, sko. Þetta er bara ógæðslega kjánlegt. Ég veit ekki hvort var ég feiminn eða þroskaður. Það var alveg 50-50. Þetta er ekki, þetta er Þú er aldrei skitið hérna mikið og núna. Ég er ángríð. Alltaf saman. Prófa þú þitt þá. Can we do this weekend? Þetta skellt nú bara á þeim. Hvernig ætlar þú að vera feiminn?
Hvað ætlar að vera eitthvað geðveikt töff-feimina? Ég hef aldrei heyrt það. Ég hef aldrei heyrt eitthvað geðveikt töff-feimina típu, sko. Vá, það er hægt að hlæja að búa mér. Það var eitthvað geðveikt töff-feimin. Laka til að heyra. Hægt að hlæja. Thank you for calling Starbucks. This is Ashanti. May I help you? Who is this? Starbucks. Yeah, what's your name? Ashanti. Santi. Yes. Hello, Santi. My name is Arden. I was in your beautiful coffee shop just 2 hours ago. Okay. And your name is what? Arden. Arbin? Yeah, Arden. It's like autumn. Just like autumn? Yeah. Arbin. Okay. Yeah, Arden. Weird name, I know. Yeah, I was in your coffee shop maybe 2 hours ago, and you gave me probably the best coffee I ever had. Really? I'm not shitting. It was the best coffee I ever had. Really? And I came home and I've just been sitting all alone, watching, looking out the window, thinking about the coffee and thinking of you. Sandy? Yes. Are you there? Yes, I'm still here. Oh, I panicked. I thought you left me. No. You're still there. Feels wonderful you're still there. What are you doing today and tomorrow and the day after that and the day after that and day after that? Þetta óþægilegasta símtal sem ég hef hlustað á. Ég ekki að grænast. Þetta óþægilegasta símtal sem ég hef hlustað á frá upphafi. Upphafi bara upphafi sín. Ói, ég get ekki eins og hlegið. Þetta var svo vont. Þetta bara hættum þessu. Hún setti mig á spíkar. Já, bara hún var að niðurlega við að fara með alla staðinn. Hún setti mig á spíkar og kallaði á alla vinni sinni. Heyrðu, hvað er listar? Ég með einhvern aumingi á línunni hérna. Já, það er svo, veist, hvaða feimni gaur hendur ég I'm not sharing you eitthvað. Þú varst ekki raskat feimin. Farðu eftir þínum eigin reglum, maður. Ég sagði I'm not sharing you. It was the best coffee I've ever had. Þetta var nákvæmlega svo alltaf að tala við það. Nei, ég var miklu rólegri. Feimin gaur fyrir ekki að segja I'm not sharing you. Hvaða feimni gaur hendur ég það? Bara I'm not sharing you. This was the best I've ever had. Hann myndi segja, it was very nice. Farðu eftir reglónu fýbliðið, maður. Hæru, þetta var Starbucks viðreynslan og ég lofi ykkur því að Egil plata ekki að þetta lag kemur. Þetta er geggja lag, maður. Ég sá það, þú dillaði. Já, ég er að dilla mér. Engin líði þar. Tónlist er búin að vera góð í dag. Nú ætlum ég að hendi eitt rós til þín, H-vitamin. Mikilvægsta vítaminið. Til þín aðeins. Tónlist er búin að vera mjög góð núna fyrsta hálftíman. Takk fyrir það og ég ætla að leggja mig allan fram með að halda þið þannig. Þetta var John Newman, rándilt nafn líka. John Newman með lagið Love Me Again. What's your name? John Newman. I want to know now. Hörru, það minnum á, fyrir við ekkert í Brian Eccleben hodni í dag? Nei, það er ekkert sem heitir Brian Eccleben hodni hjá okkur Egil. Þú vart með hann á heilanum og ég held að sé ekkert nýtt að frétta á hann. Þannig að bara gefa honum frí í dag. Bara að spyrja á þetta, skýta í andlitað á mér, sko. Nei, ég var í það því. Við verðum hins vegar Arnar Gunnlaugsson og okkur eru eftir. Ég elskar það hot líka. Já, það er nýtt hotn og verður á sínum stað. Það stýttist líka í Sturla staðarendir. Egil var eftir að segja okkur með hverjum hann vill byrja í FM 95 Blu. Það er að segja ef hann væri samkynniður. Þannig að það er nóg framundan hér. Já, þú ert svona bæjari. Mér veist vera. Það er gólmót á morgun. Já, gólmót FM 957. Það verður gaman. Málið er, I suck. Já, þú hefur aldrei spilað golfið það? Nei, ég færi þrisvar eða eitthvað. Já. I suck at it. Já. Og ég er einhvern veginn, sko, eftir 3 hólur, þá langar mig heim, þá missa þólum með hann, sko. Já, en það er samt öðru í sig svona móti, þannig að þú veist, þú ert með Galdana Já, ég endar í Herminator, þá var það bara svona gaman. Það er líka svo ógeðslega gaman, sko, eins og núna. Ég spilaði miklu minna golfin í gerði, þá var svo gaman að fara í svona Texas Scramble, af því að þá getur þú nýtt boltan í félaginu, það er minni pressa. Ég þarf að fá gæja með mér sem er ekki með allt niður sig, eins og ég. Það er bara þannig. En ég er með taktík samt. Ég ætla að vera þannig, þegar ég labba inn á golfvöllin, þú Auðun, tungan mun fara niður á brjóstkassa. Þú mun slefa. Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Það er það sem ég gerast. Nei. Ég mun aldrei slefa við þér, Egil. Nei, málið er, ég er með eina taktík. Ég ætla að lúkka eins og þessi besti golfari of all time. Það er svona eins og var alltaf í gamla daga. Sá sem að getur ekkert á æfingunni var alltaf í flottustu fötunum. Það er það sem ég ætla að gera. Hann mætti bara í rútgúli, treyju, stöpbuxum, öllum búningnum í geðveikum takkaskóm en gat ekkert. Það sko ég er að gera. Ég googlaði, minn uppáhalds íþróttamaður í dag er Tiger Woods. Ég er búinn að horfa mikið á hann. Mér skaman að horfa á golf, þú veist ég ekki að golfa. Og hann er alltaf í rauðu. Og hann er dedicated Nike-maður, eins og Gilsarinn. Og ég er í rauðu, öllu rauðu á morgun. Ég er rauður á morgun. Þannig að þú ert að fara að keppa á golfmóti
sem að ég hlakka líka til að fara á. En þú ert búin að ákveða í hverju þú ætlar að vera. Já, ég er búin að pæla í mér ekki, miklu með. Ég er ekki í lagi með þig. Þetta ég lélugur í gólfi. Ég er ekki byrjað að spá í hverju ég að vera á morgun. Maður fer bara ykkur gólbuxur og ból. Málið er dautt. Ég þarf bara að viðurkenna. Ertu búin að fara að kaupa þér sérstakann búning fyrir þetta? Já, ég fór í síðarferðan á gæðabúning. Vá, til hamingju. Svo málið er, ég er allt niður með í gólfi. Ég get ekki hitt þessa kúlu. Annarkot fer kilvan ón á kúluna og hún skoppa 2 metra, eða ég fer í grasið og það gerist ekki neitt, skilur. Tekur heila bara... Ég hef aldrei fætt í kennara. Ekki heldur, og ef ég var alveg hreinskil líka, ástæðan fyrir ég er búin að minka rosalega við með gólfið er að því ég hef ekki þolinmæðin í þetta. Þetta er ekki fyrir mig, ég get orðið geðbilari. Við erum farið 18 á morgun, eða ekki? 18 hóra, jú. Það ekki? Þetta er stund. En á ég segja þér hérna áður við förum í smá skilabóð, veistu hver er afmæli í dag? Þetta er svað afmælistæður. Mick Jagger er 70 í dag. Hann er 70 í dag? Já, stórafmæli honum. Svo er Helen Mirren leikona, hún er 68 ára. Já, svona allt í lagi, rosalega góð leikona. Kevin Spacey sem leikur núna í mínum uppáhaldsþáttum sem heita House of Cards og þeir þættir eru rosalegir. Þú trefin að þeim? Ég elska að horfa á þættir sem ég fæ næstu bara gæsa á það þeir eru svo vel leiknir. Hann er 54 ára í dag, King Kevin Spacey eins og ég kalla núna. Sandra Bullock vinkona mín sem að leikur í Heat sem að er mjög skemmtileg, feita hérna í henni er alveg æðislega, þetta er alveg fyndið mynd. Ok, eru farað á hana? Já, mér finnst það bara mjög góð. Sandra Bullock, hún er 49 ára í dag, ber aldurum vel, þessi leikona. Svo er King Jeremy Piven, eða Ari Gold í Anturas. Hvað heldur hann sé gammal? Ég var að giska það. Ég myndi giska að það væri kannski 44 eða eitthvað. Hann er 48 ára. Djöfull lítur hann vel út. Svo er lokin Kate Beckinsale sem er eins og allra fallegasta. Hún er 40 í dag. Þannig að fullt af fallegu fólki sem á afmæli viljum að fara hér í örstuð skilabóð. Svo eru það sturlaða staðreyndir og Arnar Gunnlaugs hotnið. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna. Stærsta 50-dagskvöld síðari ára. Húkaraball 2013. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið, 27. júlí. Nú er síðasta lag fyrir fréttir, ég meina síðasta grill fyrir verslunarmannahelgi og ná afbraksgóðum grillskilyrðum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir allra grilluðustu geta byrjað að grilla hádegi, Vestfirðir, Gólagrill þar, Egilsstaðir, Heilgrillaðir, Skrokkar í Allavík, Akureyri, lítilsháttar rigning, gott á okkur, þið hinn, grillið af okkur slenið og dettið í gang. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Evrópumálin er í brennidepli alla föstudaga því potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Útvegsmennatið. Það er engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar. Komdu board. Vissið þið að smálum kredi er fyrir... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Á laugardagskvöld er þér boðið í sumargarðveislu á Hressó í boði Carlsberg léttöl. Þar sem hljómsveitin Brother Grass mun leika listir sínar og sumarblíðunar verður notið í botn. Ölið verður á 100 kall og allt að gerast. Herlegheitin hefjast klukkan 20:00 og er frítt inn. Hressó. NetGiro er nýr greiðslumáti á netinu. Verslaði þínu uppáhaldsverslun án þess að gefa upp viðkvæmar upplýsingar. Reikningur birtist í heimabanka og greiða þarf innan 14 daga. Viðskiptavinir fá því vöru afhenta áður en greitt er. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Hvað hefur þú upplifað verslunarmannahelgina? Segðu þína sögu á segjumsögur.is og þú gætir unnið Samsung Galaxy S4. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Eitt besti ferðafélaginn, segja margir. iPad. Epli.is. Við tjöldum fyrir þig á þjóðhátíð. Tryggðu þér tjald í forsölu á betra verði á rentatent.is. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square. Home, Austurstræti 12. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. 10 króna afsláttinn hjá
Orka. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Þeir eru að hlusta 2 harða á þessum föstu degi, 20. og 7. júli. Við strákarnir hér í fantafíling og verður það alveg til 6 í dag. Já, fínt veður, það komir helgi. Vika í þjóðhátíð sem stórkostlegt skemmtun sem getur gert í þessum heimi. Já, það besta partí sem við getum farið í held ég. Þjóðhátíð. Það því líkt skemmtilega tíma fram. Þannig að þú vilt meina að fólk get ekki verið annað en í góðu skapi. Það ekki hægt auðvitað. Nei. Sun is shining, maður getur glengt hvort af því. Við letum Jesú heyra það, hann girti sig. Já. Það alltaf gerast. Það er alveg rétt hér. Ég er sammálaður þarna heill. Og það er mér þess að komið að einhverju skemmtilegasta dagskálið þessa þáttar. Sturluðum staðrindum. Já, fóttu með það rauðin. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Hlustendur tilbúnir? Já. Og þá byrjum við. Hér kemur fyrsta. Þjórfé þykir móðgandi á flestum matsölustöðum á Ítalíu. Já, Ítalíu er líka, hann er hálfviti, sko. Ekki hálfviti, en Ítalir og frakkar og hálfvitar. Það getur verið svolítið erfið. En spáðið samt þegar þú ert að bara gefa hérna þjórfé að því þú ert ánægð með þjónustuna, þá er þetta actually að móðgan. Ekki á öllum stöðum, en á mörgum. Já, út af því að málega, ef við kemum hann að félagarnir inn, þú veist. Rolling with the tips. Já, bara, þú veist, við kemum hann inn, eitthvað svona 2 Norrlandabúar, báði fárlega myndalegur í top physical shape og eitthvað, og gefum einhverjum gæja með eitthvað þykkt svart hár tips, það myndi vera bara drulla þessu peningi burt af Norrlanda drasl. Já, en það er... Íslendinga drasliðið. Ert þú duglegur að gefa þjórfé? Það eru þetta alveg? Já, ég er litið ágæld duglegur. Getur duglegri en samt ágæld duglegur. Já, ok. Þá er það næsti. Einu staðurinn sem þú getur kýtlað sjálfan þig á er upp í efri gómnum maður. Þú getur gert það með tungunni. Já. Þú veist að prófa það núna? Það er ógeðslega óþægilegt. Ég gerði það í dag þegar ég las þetta og svo þarf þetta að reyna að klóra þig með tungunni. Það er mjög óþægilegt. En þú kýtlaði um puttanum. Ég er prófað það. Já, kýtla líka. Þannig að þetta kýtla svo upp í efri gómnum, annars getur ekki kýtla nefnum og sért schizophrenia. Það er ótrúlegt. Með 2-valdan persónleika, þá getur þú líka kýtlað. Það var styrlistafur. Það er ótrúlegt. Annar karakterinn að kýtla hér. Og væri 2, Auðun Blöndal og Auðun Blöndal. Já. Shit. Frábæri gaurar báðir. Svo kemur hér, það er heimsending hjá McDonald's í Kóriðu. Það sjálfsögðu. Asíubúinn er snillingur. Ég elska Asíubúinn. Hvað er ekki annars þar í heiminum? Þetta er Asíubúinn snillingur. Það var enda rosalegt ef það væri, náttúrulega í fyrsta lagi erum við genið með Mac hérna á Íslandi sem er óþólandi. Spáðu getur hringt bara og sagt, herðu, já, ég ætla að fá þér eitt Big Mac menu, ástu mín, hvað vilt þú? Ég ætla að fá þér flurry og 2 cheesera. Já, það eru 2 cheeseburgers og McFlurry. En Auðun, við erum nógu... Svo kemur bara svona einhver McDonald's bíl. Já, Auðun, við erum nógu feit. Já, maður má alveg leyfa sér helgar. Nei, við erum nógu feit, sko. Þetta er að goddammit gump. Ef maður nennir ekki svona standa upp til að ná sér í Big Mac-ið, sko. Hvað verður um okkur Íslendinga þegar við þurfum ekki lengur að standa upp til að ná í Big Mac-inn og bara tegið í síman? Ég nenni ekki að standa upp þegar ég næði mér í pítsuna mína. Big Mac, franskar, er það ekki saman með pítsur? Flurry, heimsending á því. Drulla sem heim til mín og ég nenni helst ekki að standa upp á sófanum. Getur ekki komið bara með þetta inn, það er opið? Nei, dreftum ekki, nógu feit fyrir það. Nei, ok. Asíubúinn er svo grannur. Já, hann má þetta. Hefur þessi feitan Asíubúa? Já. Hvern? Alla sumo-kappa Já, einhvern Íslanding, feitan Asíubúa í Íslandi. Nei, ég hef bara ekki tekið. Nei, mér svona spurninga þetta, ég veit það ekki maður. Nei. Herru, svo næsta. Steve Irwin, vinnu okkar, sem var frábær. Ég sakna hans. Hann var hræddur við páfagauka. Vissu það? Já. Nei, ég sé það ekki. Hann hræddist engin dýr nema páfagauka. He was afraid of parrots. Það er reynda góða punktur í hann. Ég er skítræddur við páfagauknars kolb. Og það fær bítandi í eyrað á manni. Það setur á öxtina þér. Ég er ekki skítræddur við páfagaukarnas kolb. Ég er bara með hundleið á hann. Sá er þreyttur maður. Akkur hatar það páfagaukarnas kolb? Hvað er gaman við eiga páfagauk? Hann er bara með læti þegar maður er að í mati á hann. Og veistu, sko, kolb með sína fullkomnu íbúð. Sko, íbúðin hans, hann sér jafn vel íbúðinu sín og hann sér húðin á sér. Þannig getur eitthvað ímyndaður, hvernig, sko, líka þú ert í partí á kolb, hann er alltaf að taka til. Þrýfur jafnóðum. Já. Og ég gerir til henni. Íbúðin hans er flawless, fyrir utan hennan hundleðilega páfagauk. Þú hatar páfagaukinn. Ef þú setur bjórdós niður, tóma á borðið hjá honum, hún er horfin til 2 sekúndur. Kolb fór hann taka hann og hendin út. Og þú ert komið nýjan ferskan drykk. En sko, mér finnst Jasmín ágætisfugl, nema að þegar hún er að chilla á öxlinn á mér, og ég segi það henni, Jasmín, nú situr þú bara hérna. Heitir páfagaukinn Jasmín? Já. Ekki býta neitt, ekki býta ég þér á mér. Síðan allt í henni býtur hún í eyrnastefnunum á mér. Það er pirrandi.
En allavega Steve Irwin, hann hafði ekki getað að fara í partí til Kolbs því að hann var hrættur við páfagauka. Ég sakna Steve Irwin. Svo kemur hér, Candy Crush appið þjána $600,000 á dag eða rúmar 70 milljónir á dag. God Það eru nokkrir Candy Crush aðdándur hann úti maður. Svo hérna, mér finnst þetta svolítið steikt staðrind, en þetta var hérna inn á stjórnlegum staðrindum. Lengsta þinga allra tíma mældist rétt yfir 4 vikur. Hvernig getur það talist þinga? Sá gæi hefur kert sig í gang, sko. Það eru bara veikindi, þegar ekki? Sá gæi hefur kert sig í gang. Það er bara tekið þetta leið. 4 vikna þinga, það er bara ekki til. Ég held ég, hvað þú verið þunnu lengi, svo múttu að tippa? Svona mín versta, svona án þess að ég orðið veikur, actually veikur, og þá ætli ég hef alveg tekið slæma 3 daga þingu, sko. Ég hef alveg ennþá verið lítið líf með 3 Mán, þrið verið ágættur á miðið, síðan. Já, svona, það hefur verið Mán, 3, Lala á mið, orðin góður á 5. Ég meina eins og eftir Eyjar, ég er að fara að taka 5, föst, lau, sunn. Auðvitað, menn, út 20, út ungur og leikur þér. Já, hvernig heldur ég verið á mánudaginn? Ég þarf vakt. Ég þarf að hafa ykkur fyrir utan heim á mér, með kleinarhing, fréttablaðið og kíki. Og bara utan íbúðina. Er einhver hreyfing að það er hreyfing. Hann var að lappa í ískopinn, það er í lagi með það. Við skulum ekki, ég nenni ekki að fara hérna að kvíða þjóðatíma að byrja að tala þinguna maður. Það er agalegt að maður kemur lítill í sér heim. Svona hérna, þú sendir SMS hraðar þegar þú ert reiður. Þetta fannst mér skemmtileg staðrið, því að það er svo mikið til í þessu. Hefur aldrei verið reiður að fara að senda SMS. Ég bæði sendi það hraðar og ég íti líka fastar á takkana. Ég fór að hugsa þetta, þá er ég alveg bara svona, hvað var þetta fíbl að meina? En ekkert fleiri stafsendingavillur út, svona reiður að drífa? Nei, ég passa þannig bara, það er svo ömulegt að vera reiður með stafsendingavillur. Einbeitingin er öll og það reiður út að einbeita það mikið. Já, en þú sendir hraðar líka. Ertu ekki sammála? Ég held að viti margir að úti hvað ég er að tala um. Þú ert að senda SMS reiður og sendur actually hraðar. Svo hérna, 40% af bandarækjumönnum hafa aldrei farið til tannlæknis. Það er rosalegt. Aldrei á ævinni. Já. Það er bara skelfilegt. Já, þetta er weird. Það er alltaf svona hillbilliðarnir. Já, alltaf ekki. In the south. Já, sem er í hjólísónum og þeim er skýtsað um allt, sko. Já, ég held að þeir sé ekkert að stressa svo tannlækni. Svo er hérna, þetta er líka magnað og ég fór að lasa aðeins meira um þetta, þetta er engin lygi. Það var kona sem reyndi að fyrirfara sér með því að hoppa af 8007. hæð á Empire State Building en vindurinn hendi henni aftur inn á 8004. hæð. Hún er ennþá líf í dag. Þetta grínir. Og hún leit á þetta sem eitthvað a sign from God. Já, það var Jésu bara hendur aftur inn, hagaður, girtu þig. Þannig hún er ennþá bara á lífi og fesk í dag. Það er magnaður. Já. Slapp vel. Hún hefði ekki verið þung, sko. Hún hefði verið 45 kíló. Talandi þing, mjög gaman skildi koma inn á þetta. Því að maurar eru svo léttir að þeir geti ekki dáið eftir fall, sama hversu hátt fallið er. Já. Þú tekur maur og fer með hann upp á Empire State, hann bara fyrir niður og endar. Þú þreytur okkur maur heima þaður og hendur honum ekki í gólfið, sko. Nei, þú getur ekki dreipið hann þannig. En hvernig verður þú þreyttur á maur? Hvað getur maur gert þér, Axel? Það er bara pirrandi. Já, því að svo mikið læti í honum. En eitt sem er jákvæmt í sumarið, þetta ógæslega sumar, að hinga til, það er einstætt núna, það er ógæslega sumar. Sem er búið að vera? Það eru ekki einn geitungur komið inn í íbúðuna mínu í sumar. Nei, ég var líka að reynga randaflugur í garðinum hjá mér eða neitt. Sko, ég elskar randaflugur, sko, það eru bara bangsar. En ekki einn geitungur komið inn, og það sem gerist að kemur geitungun í íbúðuna mína, ég hleyp út, sko. Ég næ ekkert í fréttablaðið og fer að slást við það, en hleyp út, sko. Svo hérna kemur síðasta sturla staðreynd dagsins sem að mér fannst mögnuð og mín uppáhalds í dag. Aerosmith eru búin að þjána meira á Guitar Hero en á allri plötusölu sinni frá upphafi. What? Já, þeir græða svo mikið pening að vera í þessum Guitar Hero leikjum þarna. Það eru búin að þjána meira á þeim heldur en plötusölu. Ótrúlega. Það er magnað. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér næst Arnar Gunnlaugsson, ekki voða ykkur að missa því. Það eru grillveður fréttir Egils appelsín. Grillveðrið, 27. júlí. Nú er síðasta lag fyrir fréttir, síðasta grill fyrir verslunarmannahelgi og ná afbraksgóðum grillskilyrðum á höfuðborgarsvæðinu. Þeir allra grilluðustu geta byrjað að grilla hádegi, Vestfirðir, Kólagrill þar, Egilsstaðir, Heilgrillaðir, Skrokkar í Allavík, Akureyri, lítilsháttar rigning, gott á okkur. Þið hinn, grillið á okkur slenið og dettið í gang. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. I can make you mortal. Pepsi Max kynnir The Wolverine. What I am can't be undone. Don't be so sure. Is that all the men you brought? Hugh Jackman. The Wolverine kominn í bíó. Skítamorall blæs í fyrsta sveitaballi í miðbæ Reykjavíkur í áraraðir. Skítamorall og þú dansið á Bauknum næsta föstudag. Baukurinn opnar klukkan 21. 1500 kallinn og miðar seldir í hurð.
Taktu, sumartilboð. Osborger og kók á aðeins 599 krónur. Já, ég sagði 599 krónur. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá Bílahjálp Vís hvenær sem sólarhringsins. Hringdu í 565.000. Bílahjálp Vís. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Pláss og kraftur fyrir alla fjölskylduna og vinina líka. Þetta 7-sæta Chevrolet Captiva, nú með nýju útliti. Chevrolet, bílabúð Benna. Vorum að taka upp nýjan varning frá Farmers Market, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Happaþrennan, skemmtilegt að skafa. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Carlsberg, Hóm, Austurstræti 12. Þegar maginn mát, skaltu fara með gát og skella þér á hlöllabát. Hlöllabátar, líka fyrir hæfiringa. Útsalan í fullum gangi. IKEA. Mountain Dew og Mohawks kynna Júlí Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. Út að leika. 20% afsláttur af öllum sundfatnaði í Intersport. Intersport, alvöru sport. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Þrefalt húrraróp fyrir 20 milljónum. Þrefaldur lottopottur á laugardag. Leifðu þér smá lottó. Allt í fríið og ferðalagið. Rúmfattalagirinn aðeins ódýrari. Mountain Dew og Mohawks kynna Júlí Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. Eldhúsið opið til 12 í kvöld. Vegamót. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Gæjós, Hóm, Austurstræti 12. Mundu 10 króna afsláttin hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Mikið rétt fyrir að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Auðun Blöndal og Egill Einarsson í þvílíkum gír. Það var ekki annað sagt en það föstudagur og fínasta veður úti og allir sáttir held ég bara. En veistu Egill hvern við erum að fara að ræða núna og ég skal gefa smá vísbendingu. Þetta one hell of a man. Já, við erum líklega að fara að ræða þó einn svalasta mann landsins, eða ekki? Rétt. The man every man wants to be. Rétt. The man every woman wants to be with. Rétt. Arnar Gunnlaugsson. Það hárrétt við þér. Það er komin tími á Arnar Gunnlaugssoni hér hjá okkur Agli í FM 95 blö og það af nóg að taka. Við höfum verið að ræða hennan mann, rættum hann aðeins hér í síðasta þætti og því líkur meistari. Við gætum talað enn 2 tíma. Já. Gæti bara verið 2 harðir Arnar Gunnlaugsson. Já, þátturinn gæti bara fjallað hann og sögur á honum, en það sem ég vildi byrja að ræða núna Arnar Gunnlaugs, hefur séð bílinn hans? Ég hef séð bílinn hans. Rosalegu bíl, meðan allir voru að fá sér bara hérna á sínum tíma, það var allir að fá sér hvað heitir þetta, Range Rover og eitthvað svona og Benz og eitthvað svona. Já. Ekki Arnar Gunnlaugs. Nei, hann ákvað að fá sér Lincoln Navigator. Og engan smá Lincoln Navigator, hann svona eins og 50 Cent og þeirra á. Þetta bara svo rúta eða? Já, hefur þið setið í honum með það? Já, þetta bara, þú sest, þetta að setja sér Lazy Boy. Já. Að fara, þetta það stór bíl. Þú sest í farþegarsætið við hliðin á honum, hann að keyra. Með Ray-Ban sólglerun sín. Getur eiginlega ekki teykt í Arnar Gunnlaugs, því að
Þetta er stórt sætisóti og það er mjúkt og cozy. Já, svo líka svo fyndi, ég spurði hann, sko, ég held þessi bíl, hann eyði meira heldur en Boeing þóta, sko, á bensíni. Arnar Gunnlaugs er drullu saman. Já, skiptir engu máli. Svo opna skotti, já, ég ætla að opna skotti á honum, ég mátti ekki ít á takkan, hann sagði, bítu, og hann opnaði inni, þá opnaði skottið, það er aftur í, það var bara gólsettið hans og svo var eitthvað kassabríser og eitthvað, ég bara svona, það er eitthvað dýrast á gólsett sem þú getur keypt. Já, ég held að það kosti 500.000. Hann er líka komið þvílitt lága forgjöf, sko. Já, það er fárlega góður í gólu. Ég bað hann að vera með mér í gólmótur á morgun. Er hann að koma í gólmótur á morgun? Nýr í LA. Hæ? Nýr í LA. Hann komst ekki að því hann í LA. Hann er í LA. Það var LA eða Miami. Já, hann tók bara það ákvörðum hvað, fyrir helgi? Já, hann sendi hann bara, sorry, kallum minn er í LA og séðan, mjög töff sem hann sagði. Hvað? Eða heilsa á klakan. Bara heilsa Íslandingum. Þá var Artur Gunnlaugs ekki bara að tala um mig og þig og okkar vini, heldur bara alla. Hann bara byrður að heilsa, byrður að heilsa öll. Það veit alveg, að tala um hann í radio, bara eftir að heilsa klakanum. Líkur kóngumar. Ætlum við ekki líka að fara eins og við drikkju venjur hans annars? Já, máli er bara, ég þreytist ekkert að tala um það. Þegar við félagarnir að horfa United og menn panta sér kannski einn ískaldan. Við erum með svona table og horfum alla leiki saman. Menn hafa alltaf bara að panta sér bjór og horfa leiki saman úr einhver mörg ár. Það var enginn panta sér annað en bara einn ískaldan bjór, punktur. Nema kannski ef við erum að fara ásatíð eitthvað, þá erum menn kannski konni í vodka-börni eða eitthvað svona. Já, nema sér eitthvað special. Hörru, kemur hérna Arnar Gunnlaugsson, þú veist, tillir sig með okkur. Hann drekkur ekki bjór. Nei, hann vill hann ekki. Einhver myndi fá skít. Ég myndi segja við ykkur strákar, ég ætla ekki að fá mér bjór, ég drekk ekki lengur bjór. Það myndi segja þegið og fáðu þig bjór. Ég myndi láta mig heyra það. En Arnar Gunnlaugs fór á barinn og kom tilbaka með svona lítið sætt hvítvínsglas. Það sagði engin neitt. Það var enginn sem gaf hann skít. Ef ég hefði lappað með hvítvínsglas á borðið, að ég fengi verulegan skít. Verulegan. Af því að þú ert ekki Arnar Gunnlaugs. Nei. Svo man ég líka, ég ætlaði svona eitthvað að fara að gera grín á honum, svona eitthvað, ég ætlaði að vera svona sköllóttur og fyndinn líka eitthvað svona að stríða honum, eitthvað svona, en hvað, ætlaði að drekka hvítin í allan dag? Manstu hvað hann fekk sér eftir það? Þegar hann rölt á barinn, kom tilbaka með einn einfaldan G&T á 50 dagur og hann var drullu saman. Já, 50 dagur leikur, hann ætlaði að fá með G&T. Skít saman. Og sér líka máli, hann verður aldrei ofurölvi. Og sér aldrei Arnar Gunnlaugs skríðandi á 4 fótum upp stegun og austur, sko. Að fara að hæja sér, sko. Sko, ég sé þig reglulega, þá ertu búin að planta þér eitthvað staðar. Maður bara býtur hvað, er hann á lífi eða? Ég hef aldrei séð Arnar Gunnlaugs þannig. Nei, málið er, hann sötrar. Hann líka er þannig, sko. Hann er aldrei að drekka sér aldrei ofurölu. Hann getur verið búin að drekka, jafn lengi við, búin að taka jafn mörg sko, til dæmis í jólapílunum og eitthvað svona. Já, það er ótrúlega. Já, en hann getur samt verið mættur bara á businessfund 12 á miðnætti. Í jólapílunni, þá er það þannig reglu að þrisværi röði í 3:20, það var skot á alla. Og flest, veist, Hjöppi sopnaði á barnum einu sinni. Já, hann drafst á barnum. Og Arnar Gunnlaugs gaf bara... Það má þakka fyrir að hann kerði ekki bara heim. Já, Í líkum maður. En svo er það líka hérna í restina. Hefur þú séð hann í ræktinni? Já. Hörðu, veist hvað, hörðu. Því ég sá hann bara fyrsta sinni í ræktinu daginn. Fólk hugsa kannski, ok, Arnar Gunnlaugs, hann virkaði svo bara ykkur, veist, ofurmaður. Hann lítur að vera aumur, lítur að vera aumingi. Nei. Hann rífur upp 130 í bekk. Hann er, veist það, og svo líka sá ég hann í fötum og hérna, fötin sem hann var í ræktinu daginn. Já. Ég hugsaði með mér, hvort er ég að sko horfa á mann sem er í ræktinni, eða er þetta fashion show? Þau voru það flott. Hann flottar í ræktin heldur nýjar í brúðköpi. Það er bara þannig. Ég elskar Arnar Gunnlaugs. Já, ég geti rækt hann í allan dag. Við ræðum hann kannski meira í næsta þætti. Þetta var Arnar Gunnlaugs hotnið og því líkum maður.
Þetta er David Guetta hér með She-Wolf. Ríkala vinsætt lag á sínum tíma og veit ekki mikið, mér finnst það ennþá gríðarlega flott. Hann er endar í smá vesinu núna, David Guetta, því að það komst upp hann að hann er ekki að spila live á tónleikum sínum, eða er ekki að DJ-a live, eitthvað sem að, já. Það er an embarrassment, ég let mig líka heyra það á Facebookinu mínu. Hann er að disgrace til allra í DJ-bransanum. Og ég ætla að vona... Þessi var helviti góður hjá Egill. Maður sem sett ekki eins og hljómborðið sitt í samband þegar hann var að spila á þessum. Ég ætla að lesa líka sem Hjörvar Hafliðason setur á Facebooki mitt, ánað með kommentans. Hann segir, ég setti þess að grein inn og Hjöppi segir, þetta skadar ekki bara hann, heldur ykkur alla í bransanum. Skoraði að taka þetta mál föstum tökum svo fólk kan ekki sitja því í sama flokk og Guðera. Takk fyrir það Hjöppi, ég er bara málega Lendur þú ekki í svipuðu vesen á Selfossi? Rakstu ekki eitthvað takka á... Nei, hann er alveg, veist, það var þegar ég var að spila á Selfossi og hljómbor og sett í samband. Nei, það var að Blönduósi. Að Blönduósi minna ég. Já, en málega er að það sem hann var að gera á Guðera, hann var bara að taka upp sessjónu sitt, ídæri bara að play og sem bara dansa og hafa gaman og hann er hrættur við að dansa. Fear of dancing. Hvaða DJ gerir það maður? Það er ekki flókið, setja bara diskin í hitt og play maður. Það er eins og það er komið að spurningu, Egill. Ég er búinn að spyrja alla strákana í FM 9 blöð. Við byrjuðum á þessu í síðustu viku, manstu? Já, ég spurði þig. Þar að þú spurðið mig. Já, ef ég ætti að byrja með einhverjum, við vorum í FM 9 blöð. Þú valdi Pétur. Með einhverjum ég myndi byrja, já. Og hvernig valdi BB King? Það er að segja ef ég væri samkynhneigður. Ég ætla ekki að segja hvað strákarnir sögðu fyrir en eftir að þú ert búinn að gefa þitt svar. Það er reglan hérna. Og það var alveg sem ég veit að ég er búinn að frétta að tölu illum, sko. Tölu illum? Já, ég er þessi heyri. Fólk kemur í sport og segja, það er eittuð útefið. Við bara, nú. Já, bara að ég var að baktala eitthvað. Það er alltaf að baktala, eina sem ég heyri. Nei. Ég fer að mæta einnig með haglabessu í daginn. Þú varst nú einnig þegar ég talaði um þig, ég talaði ekkert illa um þig. En ég get alveg sagt að þú ert ekki búinn að vera vinsæll kærasti hérna á strákunum með FM 9 blöð. Þetta er mjög særandi fyrir mér. En það er bara einn verið vinsæll. P.S. er alveg búinn að fá öll atkvæðin. Já, það. Pétur Jón, já. Ég enda fekk hans atkvæði og mjög gaman því. En hvað hérna, ef að þú væri samkynhneigður, með hverjum myndu þú vilja byrja í FM 9 blöð? Það er ekki Pétur, ég get lofað því. Ok. Hvernig er þetta í huga að velja Pétur? Hann er búinn að fá öll atkvæðin, það er bara svo þægilegur og svona bánsir. Sendur hann út í búð, köft í matinn og kaupi hvað, sigur og salt. Já, þú vilt ekki sjá það. Frábært. Pétur, fara og köft í matinn fyrir mig hérna. Hvað keyptir þið? Sigur og hvað? Salt? Þannig að þegar þú ert að leita að maka, þá er það eitthvað sem að kaupir hollt að borða. Nei, ég nenni ekki að vera hérna, þú veist, ég er að bodybuilder. Já. Sendi Pétur Jón Sigfússon út í búð. Hann kemur bara með hveiti og sigur og salt og brauð og kleinurringi og sigur og kók. En hann er samt held ég það góð að kærast að hann myndi bara kaupa það sem hann myndi biðja hann að kaupa, sko. Nei, hann er búinn að tala um það í 10 ár. Það komið þjálfun og taka sá og taka sér bömbun. Það gerist ekki neitt. Það fer alltaf í brauð og sigur. Hann er bara að hlaupa hálfmarathon, hann er víst að taka sá. Já, hann hlaupa hálfmarathon. Það er líklega að láta lífið á það leiðinu. Ok, er ekki Pétur? Ekki fræðilegur, sko. Og saman með Sveppa, brauðfíkill. Ég hef verið með hann í þjálfun. Sko ekki bara, hann er brauðfíkill, sko. Þetta er bara vandamál. Já, sko, ég er að spyrja með hvernig þú vilt byrja, ekki hvernig þú ætlar að éta, sko. Þetta er bara sem skiptir miklu máli. Þú ætlar að búa með einhverjum. Já, þannig að kærasta þín, hún má ekki að éta brauð. Nei. Þá bara, herru, drullaður út. Í hófi, Já. Hann er brauðfíkill. En ef þú ert kærasti þeirra, þá getur þú veist, alið á svona í. Og Sveppi líka leikur alltaf að gera sig ljótan, hann er myndalegur, sko. Leikur sér að gera ljótan. Akkur það leika að gera ljótan, Sveppi? Hvernig leika sér það? Það safnar skeggi og safnar hári og fer ekki klipping og raka sig ekki og hugsaður ekkert sig, með allt niður sig. Ok. Akkur, menn hann er myndalegur, akkur hugsaður hann ekki sig? Ég veit ekki. Þetta er svona statement hjá mér, ég ætla bara að reyna að vera ógeðslugur. Hjá honum? Já, þetta er eitthvað. Nei, hann er ekkert ógeðslugur. En nú er það bara að gera sig. Ég hrósaði hann daginn, komin daginn, nýkliftur, búinn að raka sig. Ég sagði, Sveppi, þú lítur vel út. Bara sætur. Já, og það er kannski þetta búið, þetta kannski var bara eitthvað tímabil hjá honum. Það kannski tímabil, skilur. Ok. Og Hjöppi, sko, það myndi ekki ganga upp. Hann er frekasti maður sem ég þekki á fjastringuna. Já. Fjastringuna, þú fari ekkert ef þú með honum heima og þú vilt kannski setja eitthvað, þú vilt kannski horfa á hérna á Stöð 2. Og hann er kannski... Já, manstu í kostningapartíinu? Jésús. Vá, þegar þú segir það. Já. Vá, hvað var frekur ána, maður. Ég er að muna þetta núna. Já, ég er ekkert grín. Nei. Þú fari ekki að snerta fjastringur. Nei, hann vildi ráða þessu bara. Við vildum Sviss á milli í kostningasónabunnu. Við vildum Rúf og Stöð 2 svona bara, Sviss á milli og meðan var lítið að gera Stöð 2. Já, ef hann var á Rúf þá vildi hann hafa Stöð 2 og veist ef hann sett ekki á. Já, ég veit hvað þú tala um hann. Og þetta, ég er í geðvökur, mjög fljótt á þessu. Já. Og hérna, þú veist. Það eru bara 2 eftir. Já, þá er ég með BB King og Blöð. Já. Sko, ég er ekki viss um að
þetta myndi ganga nógu vel í okkur tveim. Nei, ég er 100% að það myndi ekki ganga. Nei, sko, ég hef ágjör að þið. Ágjör að mér? Ég ágjör að því. Þú varst ekki á neinar ágjör, sko. Ég held að getur nátt góðum 2-3 mánuðum. Það sem allt var indislegt. Við myndum líklega ekki að fara út úr húsi fyrir henni. En málið er, ég held að þetta er long-term relationship sem að tala um það ekki. Jú, mikið rétt. Sko, þú ert of ofvirkur, sko. Hvað er það sem að myndi springa? Þú ert of, það er alltaf dagskrá hjá þér. Þú veist, það kannski 3. dagur og ég vakna og þá veit ég að það bara, þú er búin að skrifa okkur töflu frammi hvað er dagskrá dagsins. Finnst þið það ekki líklegt að ég sé búin að því þegar ég er með kærustu, ég sé bara búin að setja á töflu eitthvað dagskrá við daginn? Nei, það er alltaf eitthvað plan. Það er alltaf eitthvað plan. Mánudag þarf að gera þetta, þriðjudag þarf að gera þetta, miðvikudag þetta, fimmtudag þetta. Og þú ert að vera með niðurnelda hver einustu viku, hver einasta dag, hver einasta mínúta. Stundum vill ég bara vakna og gera ekki raskat. Þú veist, ég er í fríi. Ég er ekki að vinna. Þá myndum við túrtúldurinn að bara sofa út, ég myndi alveg að leyfa það. Ég myndi segja, Öðun, og þú spyr mig, hvað er að gera í dag? Bara, ég er til að bara chilla, en í kvöld, bara chilla. Hvað, ger ekki neitt? Já, ger ekki neitt. Ég veit það er vandamál, þannig að þið miður, þú veist, ef þú getur En við áttum 2-3 góða mánuði samt. Já, en málið er, auðvitað velja sjónvarpsmann ársins. Björn Braga, þetta er eitthvað spurning. Eru þið kærustuparið? Já, ég meina, veitu, er einhver annar af þessu krúi sjónvarpsmaður ársins? Nei. Er hann með þykkt, dökkt hár, hávaxinn, topp standi, brún. Hvað verður hárgræðslan með þetta að gera? Já, ég meina. Og velur ekki maka eftir því? Og líka bara svona þægilegur í sjónvarpi og þægilegur í útvarpi og bara þægilegt að vera með. Þetta samband ykkar myndi ekkert endast, ég er alveg loðað því. Þetta var skælulegt svar. BB King, ef þú ert að hlusta. Þetta myndi ekki ganga. Þetta var rangt svar hér. Við viljum að fara hér í auglýsingar, svo er það stuðlagið og fleira. FM 957 og Túborg kynna. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Retro Steffsson og Áski Trausti verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Vissu þið að með smá lánum Kredja er lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara Drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffsson og fleiri. Glæsileg tónlistadagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Fiat 500. Á skalanum 1 til 10 er hann 500. Fiat 500, einfaldlega meira. Diesel.is og bílalíf, Kletthálsi. Mountain Dew og Mohawks kynna Júli Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. Tilboð á stöðinni, tilboð í dekk, spurningu, útsölustæðinni, lægsta eldsneytisverðið, þetta er allt í Orku-appinu. Orku-appið, app í hendi. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung sveitrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Fyrir 10 GB getur þú hlaðið 17.000 myndum á Instagram og sýnt vinið þínum nákvæmlega allt sem þú gerir verslunarmannahelgina. Sjáðu mig, ég er að grilla kótilettu. Engar áhyggjur á 500 krónur. Tal. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit út júlí. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule léttöl. Kiwi Lime Sorbet Ís. Jójó. Mountain Dew og Mohawks kynna Júli Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa?
Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Getur ekki hægt að djama það, svo gaman. Hún á þetta hús og gerir það sem henni sýnist. Vídeó en það var fullt óðanlegt, hún fór yfir strikið í þessu vídeó. Já, þetta er eitthvað svona skrítið vídeó. En lagið ágætt einhvað. Neðan allar hellur, segir ég. Já, segir Egill Einarsson, það var nú mikið sagt. Herðu, Blöndal. Já. Við erum að fara að gefa, let's give. Já, herðu, það er komið tíma að gefa renta tentpakkan. Já, en það er búið, en að fólk ekki hringa inn, kærlustum, því það er búið að draga út the winner. Já, við erum að fara að hringa í the winner. Sigurvegarann. Og þetta er engin smá pakki sem við erum búin að draga út hér. Ég ætla að segja bara við Sigurvegarann hvað pakkið er. Já, þetta er ísa tjald og ekki sveppbókar og stólar og allt. Herðu, ég er hérna með númerið hjá Sigurvegara dagsins. En mál, við þurfum að, hún fær góðu fréttinnar, Sigurvegarinn. Þannig að þetta, þú veist. Og herru, hún er með rándýrt númer. Já. Hún er gefað upp, þetta er stúlka. Já, stúlka. Sjá hérna. Hvort það svari? Vonandi svari. Góð hringing, maður. Give me a sex, baby. Arna. Já. Arna Sif Guðmundsdóttir. Hver er það? Þetta er pappiðinn. Þetta er pappiðinn? Þetta er pappiðinn. Já, ég er að grínast. Það verður að stíða þér. Arna mín, ertu sitjandi eða ertu standandi ákvæmt núna? Standandi. Já, fá þig sæti núna. Fá þig sæti. Nei, hver er það? Fá þig sæti þegar þú ert að fara að fá bestu fréttir æðiðinnar. Fá þér sæti. Ég er sætandi núna. Ertu sest? Herru, þú varst að vinna renta tentpakkan á FM 957. Nei! Jú, það er bara þannig. Þetta er... Já, þetta er ekki smá pakki, sko. Og við erum að tala alvöru pakka, Arna. Ég ætla að segja þér hvað er í þessu pakka hérna. Tjald fyrir 6 til 8 manns. Á þjóðatíð. Það er alveg, við erum ekki að tala um eitthvað píluti kúlutjald. Við erum að tala um risatjald. Við getum verið með partí í dalnum. Dínur fyrir alla sem eru þarna. Svepphókar fyrir alla. Og tjaldstólar fyrir alla. Ef við ræðan að pakka. Og þessu verður tjaldað fyrir ykkur í dalnum. Auðun Blöndal ætlar að tjalda þessu fyrir ykkur í dalnum. Það mætir persónulega, bera ofan og tjalda þessu fyrir ykkur. Það er akkurat það sem ég ætla að gera og Ásgeir Kolbens verður með mér. Það er bara snilt að hann ætlar að tjalda þessu fyrir mig. Þetta er mjög skemmt til hamingju með þetta, Arna, og við verðum í bandi við með þennan pakka. Til hamingju. Já, ok, bye. Þetta er svo skemmtilegt. Mjög ánægð með þetta. Já, ég elska þegar hlustundur ánægð. Já, þetta er samt, veist það, ef ég var alveg hreinskilinn Egill, þetta er ógeðslega flottu pakki á renta tent og minnst alltaf að draga út. En þetta er með því leiðilega sem ég geri, það er að hringja svona, því að það er alveg sama hver vinningurinn er, þetta verður alltaf hálf kjánulegt. Þú hringir kannski eitthvað svona, já, ertu sitjandi? Já, þú varst að vinna henni 2 mið á Beyoncé Knowles. Alvörinu maður, wow, já, ertu ekki ánægð með þetta? Jú, ekkert smá, þetta er æðislegt, já, þetta er leiðilegt. Ég veit það, en Jesú er ánægð með þig, út að sætla að gefa hann að þykja þig. Já, og það er líka um að gera að taka þátt í svona leikinn, þá getur við svona pakka. Hún er Jesú með þauðmælinn upp. Herri, hvað okkur í ósköpunum var Arna ekki að hlusta á 2 harða, getur þú sagt með það? Allt niður og sér bara. Já, fattaði ekkert hvað er í gangi. En hérna, hvað er, já, hörðu, í kvöld, ég ætla líka að minna fólk á það að þeir sem eru að fara að keyra sig í gang að það er Carlsberg party á Home. Já, where is the party á Home? Já, það er King Mike. Þannig að ef að þú ætlar að bara keyra þig í gang, að bara skotta eftir þangað og fara í Carlsberg, allt flæðandi til miðnættis. Já, where is the party? Ég var heittir að Heiðar Austmann að lesa inn þessa trailera. Where is the party? Heiðar Austmann er ótrúlegur. Og pældi ég síðan, út með Home hana, hinum með göttuna, hver er síðan beint ská á móti Home? Ásgeir Kolbens með austur. Það er alltaf að gerast þarna á þessari götu. En á ég segja eitt hérna svona actually áhugavert hérna í lokin, sem að mjög skemmtilegt að lesa. Það var, veistu hvað var að gerast núna á Ítalíu? Það var að fæðast a Sonki. Ha? Að hvað? Þetta er eitthvað fyrir þig. Það var að fæðast a Sonki. Veistu hvað það er? Það er the father is a zebra and the mother is a donkey. Nei, god damn it, god. Þegar zebrahestur og astni eignast afkvæmi, þá heitir það a Sonki. Og a Sonki var að fæðast í Ítalíu. Og byrju, hvar eru strípurnar? Eru strípurnar á löppunum eða búknum eða andlitinu? Hálfur zebrahestur, hálfur astni. Já. En það er því miður ekki mynd. En þetta var að gerast á Ítalíu. Ég er að fara að googla þetta right now. Segja þessum, Egill fær að spila stuðla hér eftir örskamastund. En hvernig væri að heyra eitthvað hrikalega flott lag áður fyrir mig það rusl? Verður á Home föstudaginn 27. júlí klukkan 21. Allt flæðandi í Carlsberg og DJ Rikki G spilar á samt óvæntu tónlistaratriði. Þetta kallar á Carlsberg.
Skráðu þig á netgyro.is. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Hvað hefur þú upplifað verslunarmannahelgina? Segðu þína sögu á segjumsögur.is og þú gætir unnið Samsung Galaxy S4. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Ertu á hraðferð norður eða vestur frá Reykjavík? Hringdu í stöðina í Borgarnesi eftir göngin og fáðu matinn tilbúinn í bílinn í gegnum bílalúguna á stöðinni í Borgarnesi. Stöðin. Ég tali þessa lurka, já, ekki máli kallið minn. Sko, 1 lurkur, 19 lurkar, 62 lurkar, þetta eru 311 lurkar sléttir. Fáðu þér kaldan og krassandi lurk frá MSIs. Já, er það 5? Já, má ekki bara fá mér 1? Mountain Dew og Mohawks kynna Júlí Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. Bakpokar, svepppokar, tjöld og vindfengur. Allt á einum stað. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari. Þú finnur allt sem tengist tölvum í verslunum okkar á Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði og Reykjavík. 6 verslanir, traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistinn. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. 2 fyrir 1 af Carlsberg á krana alla daga á milli 16 og 20. Home, Austurstræti 12. Það alltaf hægt að nota 20 milljónir. Þrefaldur lottopottur á laugardag. Lifðu þér smá lottó. Eldhúsið er opið til 12 í kvöld. Vegamót. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða í FM 95 Blö. Föstu dagur og allir í fínasta fíling. Það nákvæmlega þannig. Fílingurinn á eftir að rjúka upp hjá einhverjum núna og lækka hjá einhverjum því að það komið að ég get ekki sagt virtasta DJ all time. Jú, það er það er ekki séns ég gata. Ég bara geta ekki. Þú ert ekki virtu DJ. Þú ert ekki virtu DJ af öðrum DJ-um. Nei, ég hitti annan DJ DJ sem mjög virtur hérna á Íslandi. Hvað DJ er það? Ég má ekki nefna hans af því að hann vildi koma undir nafnleynd. Rikki G með virt DJ, hann elskar mig. Já, og Heiðar Ösmann. Já, það er að því að þeir vinna á FM með þér. Aðri DJ-ar hérna út í bæ, þeir eru ekkert alltaf sáttið. Allir skemmtilega verið minn. Og DJ Óliger. Það eru 2 rosalegi DJ-ar. En það komið að stuðlæginu. Já, komið að stuðlæginu. Áður en ég, ég ætla að lefa það ráða. Viltu henda trailernum í gang og síðan skeiður upplýsingar á lagið, eða viltu upplýsingar á lagið, síðan trailer beint í lag? Upplýsingar lagið? Ertu komið eitthvað nýtt inn í þetta? Nei, ég bara segja það. Er þetta ekki bara henda okkur bara beint í lagið? Hvernig líst þér á það? Nei, ég er með upplýsingar á lagið fyrst. Það segja fólk eitthvað frá laginu. Goddammit, Gump. Og hvað viltu? Hvort viltu trailer, upplýsingar, lag, eða... Verður sem þetta vera trailer? Já. Já, bara ef við ekki klára það rugl þá. Ok, klárum það bara. Ítt að playa þá. Já, hvað er hérna? Þið búið að henda honum út? Nei, þá drep ég eitthvað. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not? DJ Muscle
Hann komin þetta DJ Musclehead. Þetta alveg. Ekki Musclehead, Muscle Boy. Muscle Boy, það var að spila þetta trailer fyrir aldrei kalla mig DJ Musclehead aftur. Já, því að þú hlustar alltaf þegar ég bið þig að kalla mig ekki eitthvað. Já, ég alltaf. Hvað segir DJ Musclehead? Ok, ég ætla að mála þér. Ég með magnaða sögu hérna. Nei, segðu mér bara hvað lagið heitir og hverju hver ekki gaman að heyra góða sögu? Flytjendunar eða? Já, þetta er góð saga. Hvað hljómsveit er þetta, DJ? Sko, hlusta hana bara á. Þú vil ég segja góða sögu, halla bara aftur stólum og slaka þá. Ekki, þetta er bara ánægður, vil einhver segja það sögu? Sko, hérna, Tony Dawson Harrison er meistarinn sem með þetta lag. Má ég skrifa það, Tony? Nei, þú veit ekki, þegiðu bara og hlustaðu. Vá, jumpy maður. Hann fættist í Newark, í New Jersey, 1962. Og það sem er magnað við þennan gæja er, ætti fyrstu árunum sínum í lífinu sín í New York. Æ, vá, ég gæti ekki mér samæðil. Mamman stó. Ok, það er enda leiðilt þeirra. Og pappans stakk hann af, hann var aleitt með systir sinni og þau voru munalega hælum alla æfi. Það voru svona 10-15 ára gamall. Ég get ekki rakkað þennan DJ niður, þetta útskjöðu tónlistina smaður. Veistu hvað hann gerði síðan til að byrja með? Hvað? Hann fór að vinna sem svona breakdancer hérna út á götu, fá sem á cash þar, dansa svona fyrir ykkur að gæja að fá pening. Síðan hugsaði með sér, hörðu ekki í herinn, hann var 16 ára og fór hann í herinn. Og veistu hvað landa fór til? Germany. That's where it all started. Allir bestu DJ-n fara til Germany. Hörðu, hann var a soldier þar og málið er að hann byrjaði að vinna sem að choreographer. Kenna dansa og svona. Já, með hernum, on the side. Og nickname þeir að kenna dansa í hernum. Og his nickname was Captain Hollywood was given by his military friends in 1982 because he danced even when in uniform. Þetta svona Captain Hollywood rusli hann? Ekki Captain Hollywood rusli, heyrðu hvernig æfi drengurinn átti það? Já, ég reyndar, ömulegt æfi. Já, en hvað gerði hann? Einhverju fara út í ruglið, hann fór í herinn, fór til Þýskalands og er núna fárlega virtur plötusnúr og hann heiti Captain Hollywood Project og hvað heitir lagið? Það heiti Flying High. Þetta er svo slögurum sem klikka aldrei. Þetta er síðasta lagið fyrir húkaraballið og ég þurfti að velja vel. Ég er búinn að hugsa þetta núna í marga mánuði hvaða lag ég ætti að hendi núna. En hér eftir og meilaru bara sögurna á mig. Við erum ekki með en ég meilunum við raskat. Það er lagið. Það er ekki lagið með þetta. Það er vallega ykkur ykkur bönnum ykkar. Þetta vinsasta lagið árið 94. Vinsasta lagið í heiminu þá. Hann átti reyndar skelvilega sko strákurinn. Hann átti skelvilega sko. Það verða svona lög til. Veistu þetta flottu partitöðum svona? Já, rappkaflurinn. Þetta rapp þótti kannski flott 1980 sko. Þetta var rándýrt rappuði. Verður þetta á húkaraballinu? Það er 100%. Ekki lækkað í þér áður en að bestu parturinn kemur. Við Flying High cover. Nei, þeir eru ekki að hlusta á 80's tónlist. Þetta er... Settu sokkið og hækkaðu. Stuðlaði búið þennan förstu daginn. Hann fekk með þess að heilt lagan Egill núna. Captain Hollywood Project Flying High. Eitt ég þarf að ræða við þig núna. Hvað? Blöð. Já. Sko. Ekki er þetta að fara að segja mér æsku einhvers annars DJs því að þá ætlum ég að fara heim. Þetta var leiðilegast að segja sem ég heyrti inn á hann. Akkur ber ekki við einhverja sögum heimilislausan, atvinnulausan DJ hérna á förstu degi maður. Allir í kýr. Hann reif sig í gang. Þetta byrjaði góð. The moral of the story. Allt niður þig og getur verið að gera það. Já, þetta væri minna flott saga ef þetta væri sko Beyoncé Knowles. Hvað varð Captain Hollywood? Hvað er hann í dag? En þá ég hernum að kenna mönnum að dansa það? Nei, hann er bara, hann kveikir sér í vindli með 5.000 dólar sæli, það rúlar hann í dag. Ekki með allt niður sig. Ég hef ekki heyrt síðan, hvað, 94? Hann er með allt á hrein í dag. En málega að sérla ræða við þau. Og þegar þó að ég sem er húkaraballast 5. og við sem er beinni frá Eyjum á föstudaginn. Það er rosalega. Þá ætla ég að fá stuðlag á föstudaginn, svona tala á hrein. Það er ekkert eitthvað svona, þú ætla stuðlag bara líka, eru þetta ekki stuðlag? Stuðlag í Eyjum í þjóðhátíðarþættinum? Það þarf að vera eitthvað þjóðhátíðarstuðlag. Ég er náttúrulega ekki með græðunar í Eyjum, þannig að þú getur ekki valið. Nei, ég verður með tæknimann, það er eitthvað mestari. Síðast á Frosti tæknimann við okkur Eyjum. Já, rándýrt. En við minnum á þjóðhátíðarþáttinn, hann er akkurat eftir viku og það verða 2 harðir og Steindi Junior. Live frá Eyjum. Já, 2 harðir og 1 mjúkur, þannig að ekki missa af því. Við skulum fá núna eðlilega tónlist áður við höldum áfram.
Þetta svona eitt þægilegt og gott. Þetta Macklemore með Same Love. Þetta keyrir alla niður. Keyrir alla niður? Nei, fólk bara leiðin heim. Hvað heldur það er ekkert allir á einhverju reifi núna? Föstudagur og sunshine. Þú ert ekki í Amsterdam, sko. Þetta fólk á eðlilegum lyfjum. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. I can't change. Even if I try. Even if I wanted to. Fallegt lag hér á ferð með Macklemore sem heitir Same Love. Fín boðskapur og fínasta lag. Já, þykjast vera að sopna, djöðulega fyndið. Varstu kannski að lesa sögur Captain Hollywood aftur, eða? Hvað gerðu? Varstu að lesa meira Captain Hollywood? Þá er ekki hissa og sofir þarna heima með borðið. Það er ekki leiðilegast að saga sem bara hefur verið sögð hér eftir nýjum blöð. Herru, já, þetta er sem sagt maður sem fæðist í New Jersey. Móður hans deyr og pappa hans fer frá honum. Hætti að gera grína að móður hans þú. Hann flytur til Þýskalands og gerist ógeðslegu DJ. Við skulum fá Captain Hollywood, Fly So High. Það er skemmtilegt var það sem ég var svo ánægð með að fyrir að fekk nickname sitt og það dansa alltaf í uniformunu. Já, reyndar æðislegt í sögunni hér. Ég sopnaði, hvað er að fara í félagarnir? Við félagarnir, við eigum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim hérna. Hörru, eitt sem ég ætla að ræða við þau. Hvað? Nú komið sól. Já, það er búin gott við síðust. Já, gott við þau. Maður er svona fengið smá tam og bara góðu skatt. Alltaf að sjá þig. Og en þú varst að, ég spurði þig mitt fyrir í sumar hvort þú væri búin að hugsa garðin heima hjá þér og þú sagðir það er bara ekki verið veður til þess. Ég hef ekki getað verið í vinnu í garðinum. Það hefur ekki verið veður til að vinna í garðinum. Nú ætlum ég bara að spyrja þig Blöndal. Þú fínt við undan dag. Hvernig hefur gengið að vinna í garðinum? Hvað meina þau? Hvernig hefur gengið að vinna í garðinu heima hjá þér? Bara garður lítur vel út heima. Já, hvernig, ertu búin að slá og svona? Já. Þú búin að því? Búin að slá og reyndar við mamma ætluðum nú að fara í vikunni, svo fórum til Akureyrar. Við ætluðum að fara í garðinn og kaupa blóm. Við höfum ekki getað það í sumar. Þannig að það er, þú vart ekki á neinar áhyggjur af garðinu hjá mér, sko. Öðun, ég held ég veit ekki að King Nökkvi var að slá garðinn. Ég frétti það. King Nökkvi var að slá garðinn heima þér. Þú ert ekki að slá garðinn. Ég vissum að þið ljúga mér þú var að slá garðinn. Þú slátt ekki garðinn. Hann sló garðinn í daginn. Þú nennir ekki svona að fara út að íta þess að sláttuvel í ykkur 10 mínútur. Fyrsta lagi, þá fæ ég lánaða sláttuvelina hjá nágrannanum mínum. En King Nökkvi, sem sló garðinn fyrir mig síðast, ég viðurkenna það, hann er ekki bara með sláttuvel, hann er líka með orð og eitthvað, sko. Hann getur farið í brekkuna hjá mér og hann gerir þetta eins og fagmaður. Þetta er munurinn á Blondell og G-höfðingjanum. Ég bý í blokk, kannski með hellika fólki sem býr, og það er sameiginlegu garður. Ég hef oft slegið garðinn minn, sko. Ég segi fólkið. Hvað? Ekki voðu ykkur að slá grassið. It's my job. Þessi var helviti góður. Svo var það yrðir á fólki hérna í kringu þig, sko. Og ég fer alltaf út og slæði garðinn fyrir alla í blokkinni. Og veit það hverju? Við líðum eins og real man. Já, ég reyndar hef oft verið með sláttuvelina og
bara vera á stöpuksum bera ofan að slá heimaðu mér og það er æðisleg tilfinning en ég viðurkenni að ég gerði ekki síðast því að Nökkvi gerir þetta svo vel og ef það er einhver að úti sem vantar mann til að slá fyrir sig þá er það 691-51-10 og Nökkvi kíkir á okkur og hann er á lausu líka en hérna það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur strákunum í FM 95 Blu Þetta búið í dag? Já, við erum það er geggja lag sem ég er að fara að setja á sem er lagi á leiðinni heim Já, ég nenni ekki að sopna og keyra á stöður sko Nei Ekki það var að lesa Captain Hollywood og lífslöp hans hérna, við þakkum gælaði fyrir hlustunni í dag minna á okkur Bjössa, við verðum mættir hér á mánudaginn í Fanta Feeling takk ég vel á móti Rikka G og þeir sem hafa ekkert að gera í Breiðholtinu kvöld þá er rosalegu leikur á IR vellinum það er léttir Ímir fyrsti deildarleikurinn minn í 12 ár Gerðu bara málið, notaðu trikk í mitt í leiknum Ég held ég að byrja á bekknu Þú veist hvað, já, kemur inn á hálftíma, fyrsti leikurinn, byrjar ekki inn á fyrsta leik, svo slaka á. Og fær boltan, tekur hann á hælinn, klínur hann á vinkilinn. My signature move. Það þarf að koma að horfa á mig? Já, ég spá ekki. Ég hef ekki spilað deildarleik í 12 ár. Það taka King Mike og kíkja hans á það. Fíla. Eins gott að setja inn í vinkilinn þá. Já. Að ég mun kalla þið poop, ef þú gerir það. Takk fyrir hlustun í dag, vonandi höfðu ég gamna þessu og við strákarnir, þetta búið fljótt að líða. Egill var að tala lagið sitt aðan, Captain Hollywood, það var frá 1994, hann sagðist alltaf að vera að hlusta á það í félagsmiðstöðinni hjá sér og spurði mig svo þegar ég var að rakka niður lagið, menn að þið heyrðu ekki, hvað varst þú eiginlega að hlusta á þegar þú varst í félagsmiðstöðinni 14 ára, þá var ég að hlusta á þetta hérna og þetta er lagið á leiðinni heim. Þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG, lífið er gott. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá bílahjálp Vís hvenær sem er sólarringsins. Hringdu í 560 5000. Bílahjálp Vís. Stöðin í Borgarnesi er ein mest verðlaunaða íslenska vegasjoppa í heimi. Kíktu við og sjáðu hvers vegna. Stöðin. Mountain Dew og Mohawks kynna Júlí Slam hjólabrettakeppni í Laugardalsparkinu á morgun frá klukkan 12 til 17. Allar upplýsingar á skateiceland.is. Túborg kynnir Sigurvegara Vakken og Fítian Æ í Túborg-kjallaranum á Bar 11. Túborg og Bar 11 verði ykkur að góðu. Pepsi Max kynnir Eternity can be a curse. I can make you mortal. I'm not healing. Stærstu orustu ævinar leggur hann sjálfan sig undir. The Wolverine, kominn í bíó. Skítamorall blæs í fyrsta sveitaballi í miðbæ Reykjavíkur í áraraðir. Skítamorall og þú dansið á Gauknum næsta föstudag. Gaukurinn opnar klukkan 21. 1500 kallinn og miðar seldir í hurð. Segjum útiháttíðarsögur á stærsta farsímanetti landsins. Farð á segjumsögur.is og segðu frá ævintýrum sem þú hefur lent í á útiháttíð verslunarmannahelgi. Og þú getur unnið Samsung Galaxy S4. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Á FM 957. FM 95 Blu. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Virkvöld á FM 957. Frígor á FM.